Já, það held ég kæru Bingi Hálsar. Rosalegur frumkvöðla kaffistáttur svakalegur á leiðinni. Já. Fengum bóka útgefanda og rithöfund. Hann rithöfund. Spurðum á spjörunum úr. Já, rétt. Úr ferlinu. En það eru að sjálfsögðu samstarfsaðilar með okkur í dag. Sem við þurfum að koma að. Það er bara fyrst að nefna Inkasso. Já, og það eru mikilvæg skilaboð frá Inkasso inn í jólin. Já. Að þú ert kannski með þetta, viltu ekki lesa þetta? Já, sko, nú náttúrulega Inkasso gífulega lausna með það. Já. Og þau náttúrulega bara vilja vinna með skuldurum. Höndum að því að leysa mál greiðanda sem eru komin kannski í eitthvað smávesen. Og en þau hvetja sjálfsögðu til að fá þið ekki í viðskipti. Já, það er Inkasso. Við viljum ekki fá þið í viðskipti. Þetta er gríðarlega fallið skilaboð inn í jólavertíðina. Já, þannig að góður Hálsar ekki vera skuldsettir ykkur of þessi jólin. Hafið frekar minimalist og Inkasso vil ekki fá ykkur í viðskipti. Nei, það held ég. Herru, hafið jólasíldin. Hlaupa. Hún skal hlaupa í næstu hafsbúð. Hún er vel kryttuð. Já. Rauðvínsediki, það er fyrir mig. Er það ekki toppurinn á þessu? Þeir sögðu, við ætlum að hafa 2 teskerar á rauðvínsediki. Ég segi, höfum það 3. Já, höfum það 3. Við manna vel. Þið heyrið það, hafið edikaða. Já, þið getið fengið allan fjanda fyrir jólin þar auðvitað líka. Já, það verður hægt að kaupa held í humar hjá þeim. Ertu með humar á jólunum eða? Já, við höfum verið með það. Já. Það verður hægt að fá humar. Verður með hann að lúðusúpuna? Nei, ekki lúðusúpa. Ég læt hann að vera. En farið að dæli ykkur síldinni frá hafinu. Það er gott að kaupa rúgbrauð hjá þeim líka. Smásmjör, síld, laukur. Já. Svo er Askja núna. Þeir eru bara með jólatilboð í rauninni. Já. Þetta er bara síðasti mánuður til að kaupa bíl áður en að Bjarni, nei ekki Bjarni og Sjalarnir. Heldur Þotta og Sjalarnir. Hækka virðisaukaskattinn eða aflöfningsgjöldin. Hvað þetta aftur heitir? Já, og við skulum kalla jólatilboð Öskju. Já. Þannig að bara hlaupið þangað núna. Við glemdum að spyrja hérna Tómas sem er pabbi Luigi. Tómas. Ertu á smart þegar þú skottast á milli að fylla í búðir? Glemdu. En klikkuðum á því. Það er eitthvað sem segir mér hann sé á smart. Hann var smart gæi. Hann er smart gæi. Þið munu heyra það. En Tómas, þið munu heyra frá honum á eftir, en hann er hins vegar mikill aðdáandi Júsú. Já. Og það er að sjálfsögðu sko hamborgarstaður okkar kynslóðar, en eiginlega líka orðið hans kynslóðar sko. Já, hann er með þarna gaggandi krakka í sér allan daginn að biðja Júsúborgara og hann verður við því kalli. Já, og ég vil minna á nettilboðin sem eru inn á jusu.is og þar er þetta að fá frábær tilboð. Kemur, sækir, út. Var ég búin að segja hvað er mitt uppáhald? Já. Það er að vera mættur svona 11-20 í kringluna. Það er engin dýragarður á Íslandi, en þá getur þú pantað í Júsú og fylgst með öllum mennskellingunum. Já, það er svona eins og vera komin inn í einhvern það er bara svona, þetta er svona safari. Farið á Júsú í kringlunni og fáið frýtt safari í leiðinni. Já, Júsú, kringlan, búmenn, opnar 11:30, neglið ykkur burgers og góða hlustun. Góða hlustun, Jésús. Frumkvöðla kaffið, hefur göngu sína part 2 á ný. I will never be a soccer superstar, but I'm pretty good on my PlayStation. Latest loser. Við skulum bara kött á mig hérna. Nei, byrju hvað? Komdu mönnunum í smá stemmingu. On my PlayStation. Þú manst hvað þetta er. La 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 la. Eithor, komdu, síktu með okkur. On my PlayStation. Það held ég, ætlum ekki að kvelja ykkur mikið lengur, kæru hlustendur. Þetta var lagið On My PlayStation sem ég tók nú þátt í á sín tíma. Óskalag gestan okkar í dag, það eru Eithor Aron Völer rithöfundur og Tómas Hermansson útgefandi. Hvað ég ekkert óskalag það? Já, þú færð ábánd lagið. Okay. Ertu með eitthvað í huga? Ég getur tekið nokkur. Við finnum út í því þetta eftir. Já. Eithor, ertu ekki líka knattspyrnumaður eða? Jú, ég er að spila með Breiðablik og U21-landsliðinu. Ein spurning, hvað er sektin fyrir að mæta seint á æfingu? 5.000 skall. Já, við erum að fara að grilla þig, þú mætti seint í þetta viðtal. Það er okkar sekt. Heyrðu, verið velkomnir. Já, takk fyrir. Við erum konur hérna til að ræða nýútgefna bók. Já, frasabókin. Íslensk snjallyrði, frasabókin, við hvert tækifæri. Annað, verðum við ekki að gefa hún sjátt? Þú ert ekki einn sem gefur skrifur hana? Við erum 2 saman sem söfnum þessum fyrir sem saman. Það er Emil Örn Aðsteinsson. Já. Með rithöfundur minn. Ok. Hvernig eigum við að gera þetta? Við ætlum að reyna. Þetta er náttúrulega annar þáttur í seríun okkar. Já, frumkvöðla kaffið. Frumkvöðla kaffið. Já.
og tókum fyrir spil síðast og nú það bók. Nú það bók, næst það Jakob og Jómfrúni og svo sprengja síðast. Svo eins Lindó. Sprengja, má Lindó. Það frábært líka að vera sko með útgefandan líka með, sem getur svona svara fyrir. Ef við ekki bara byrja þetta svona... Hugmyndin, hvernig kom þetta til? Bara hvernig kom þetta? Eitt samt, áður það. Er þetta samofnir hagsmunir eða? Allan daginn. Ok, það er flott, það er mjög gott. Þá erum við góðan þátt í vændum. Það gengur ekkert öðruvísi. Nei. Heyrðu, byrjum á Eyþóri, bara fara yfir bókina og er þetta langur ferill? Nei, þetta fórum til Tenerife við félagarnir, ég og Emil og árið 2021 og við vorum að spila og það var komin hiti í leikinn og nokkrir kaldir í blóðið. Þið voru ekki að spila fótbolta? Nei, við vorum að spila spil, við vorum að spila Uno og það þannig málum við vexti að ég byrja að reyta nokkrum frösum yfir mig í Emil, sem sagt, og hann vildi svo mikið vera með, vera með frasa tilbaka og einhverja orðasendingar að hann fekk þessa hugmynd að skrifa frasa niður og búa til bók. Þannig að eftir þessa ferð þá bara byrjum við að skrifa niður alla frasa sem koma til okkar og við erum raunverulega bara með glósabókina uppi öllum tímum. Frá 2021. Og það eru slatti af frösum þarna í bókinni. Það voru raunverulega 2000 frasa fyrst og þurftum að kötta það niður í 1000 frasa. Kemur þú harður inn þar eða? Já. Mitt fólk. Já, og hverju er það Magnús Teitsson og Anna Margrét Marinósdóttir, þau tóku hnífinn. Já, ok, og af hverju skýrið þið niður? Er það bara var bókin á löng eða voru þetta lélegi frasar? Já, bara lélegi frasar, bara gæðið magn. Og hvernig er að takast á svona fundi? Þurftu þið eitthvað að verja einhverja frasa? Þessi fer ekki út, þá er ég farin eitthvað annað. Það var erfitt að kötta hana nokkru út og að safna þessu og mikil vinna sem fer í þetta. En hvað er þetta margir núna þá? 1000? Já, rúmlega 1100. Ok. 207 blæsir af frösum og skemmtana. En þú veist, ok, þið fá hugmyndina 2021, þið byrja að safna. Af hverju er þetta ekki bara vefsíða? Hvernig dettur ykkur í huga að gera bók? Það var bara strax. Hann Emil kom með þetta bara beint á borð til mín og þetta átti alltaf að vera bók frekar en einhver vefsíða. Þannig að þú getur allavega gluggað í þetta og þetta er svona skemmtileg closet-bók, þú veist, sem þú getur kíkt í við og við. Skemmtilegt að glugga í þetta með fjölskyldunni eða bara stór skemmtilegi frasarina. Þetta er einmitt skemmtilegt. Þú ert hvað? Þú ert 21 árs, eða ekki? Er ekki yngsti viðmælandi? Já, sko, jú, eða ekki? Ási hvað? Dominos? Hann 99, hann eldri sko, hann 24. En byrju, já, þannig að þú ert 19 ára þegar þú byrjar að spája að gefa bók. Já. Það er ekki algengt. Þú farið ekki marga 19 ára tíðin, Tómas. Nei, þessna fannst mér þetta svo fallegt þegar þessi tveir vitleysingar komin til mig. En byrju, hvernig gerist það? Hvernig pitcha maður bók á Tómas hjá Sögum? Er það tölvupóstur eða ertu cold-callaður eða? Já, við bara sendum post á nokkur útgáfufyrirtæki og fengum fund hjá einhverjum. Og við vorum svo heppnir að Tómas að til í að taka fund með okkur. Það voru ekki allir til í að taka fund með okkur. En þetta er elja, þetta er ekki bara, þú lappar inn á fundi, þú farir negið. Já, það var bara svona 80% nei, sko. Já, ok. En sko, hvernig þarf ekki yfirleitt að senda inn handrit eða eitthvað svona fyrst, eða er bara bókaðu fundur? Jú, það er allir gangur á þessu, sko. Stundum fær maður. Þið oft með svona gátt eða ekki inn á síðum útgefandur, forlögin? Jú, bara tölvupóstur. Og stundum fáum við bara handrit og kannski stutta lýsingu hvað er að gerast. Ég man ekki hvort að kom sýnishorn strax frá þeim eða við hittumst, ég held það. Svo senduðu þeim í sýnishorn. En ég bara kveikti strax á þessari hugmynd. Mér fannst þetta skemmtilegt og ég vissi alveg að þetta er mikil vinna að gera þetta svona flott en þeir voru með allt þú veist allt sem þeir þurftu sko þannig að En hvað er svona best practices ef það er einhver að hlusta sem maður langar að gefa út það er nú svona hluta seríunni og við viljum peppa sem flesta ef við erum að gefa eitthvað út og standa í smá jólabraski hvað er best practices? Er það bara að senda þig post og hvað viltu sjá í postinu? Ég vil bara sjá hugmyndina og eitthvað stutt sýnishorn
Og svo bókað þú fundið eða líst vel á það? og svo tölum við saman í janúar. Já, Þú ok. veist, þetta bara, núna bara vertíð, bara bullandi vertíð. Já, ég það bara er sjó, jólabókavertíðin. já, og það þýðir ekkert að tala við mig núna, sko. Nei. Þannig að hérna, við erum alltaf að fá handrit og hugmyndir og erum mistuglega að vinna úr því, en hérna, það kom alltaf góðar hugmyndir annars lagi. Ok, og hvað næst? Þið hittist, líst vel á bókina, er þá samið? Hvernig eru svona komið í þessu? Er það bara 50-50 splitt eða? Nei, þetta er ekki það, þetta er... Var hann harður? Var Eyþór harður þegar hann mætti á fundi? Ég var reyndar rosalega mjúkur, ég Já. lét undan sko. Já, var það Tómas sem var harður? Já, það má vel að segja það. Já. Já, sko, höfundur á Íslandi, ef þeir eru með góða sölubók, þá eru þeir að gera gott mót. Það eru prósentur. En hérna, og miklu hærri prósentur en tíðkast úti. En aftur á móti, og útgefandinn tekur alla áhættuna kostnaðarlega. Þannig að auðvitað vill hann fá meira. Já. En hérna, Og ferli þá þið semjið og eru þá með eins og þú segir, þú ert þá væntanlega að taka einhverja fjárhagslega áhættu að framleiða bókina og svo framvegis, en þú leggur inn vinnuna fyrst. já, hann kemur með hugmyndina, en eins og þið vitið, þá er hugmynd að öllu 1%, þá 99% eftir. Já, rétt. Þannig að við þurfum að þeir þurfum að halda áfram að vinna og svo erum við með 2 ritstjóra sem að eru í hakkavélinni og þú veist það er að prófarka að lesa og það er teiknari, Addi Naflakusk gerir þetta svona lifandi. Addi Naflakusk? Já, það er kongur. Skemmtilegt. Það er kongur. Og hérna síðan sko, já, þú veist, þannig að þetta er ekki bara að prenta bókina, þetta er prófarkalestur, þetta er ritstjórn, þetta eru teikningar, þetta eru nokkra millur sem kostar að framkvæma hugmyndina þeirra. Þannig að sko það er alveg eðlilegt að útgáfan taki töluvert stærri hlut en þeir, en hins vegar eru við saman í þessu og það eru allir á prósentum. Og hver er tímalínan? Þetta er hvað? Einhvern tíma 2022? Væntanlega fyrir jólabókavertíðin í fyrra? Nei, þetta var rétt eftir áramót núna. Við vorum alveg seinir í þessu sko. Já, ok, þið heyrið í honum bara í janúar? Nei, bara í mæ. Já, ok. En tilbúnir eiginlega með alla frasana? Já, bara komni með alla þessa frasa raunverulega í, apríl, mæ. Þannig að svo sendum honum þennan post og hann var svo, góður að taka við okkur. Hvernig er svona fundur? Ertu stressaður þegar þú ferð að hitta Tómas við skiptið eða? Já, reyndar, hann var svo léttur sko, þannig að stressi fór bara strax. Já, það er gott. Ég á stráka sem eru á þeirra aldri, 3. Já. Og hérna, ég tengdi svo vel við þá, mér fannst svo fyndið að hitta þá. Það er svo gaman að hitta unga stráka með hugmyndir. Það er ekkert eðlilega gaman. Það vantar svo mikið sko. Og þú veist að þeir var að gera frasabók sem að þetta er svo flott innlegg. Já, þetta er bara stórkostlegt framtak. Og þetta er gott fyrir ungt fólk og þetta er gott fyrir gamalt fólk. Þú veist, ég hef ekki séð helminginn af þessu. Minna strákaði mínu alltaf að tala að fara í prósentu. Það eru 19 ára. Já, ætlum maður sem að prósent í kvöld. Hvað þýðir það? Þú kannski þýðir. Er það ekki frasabókin eða? Jú, það er frasabókin, heldur betur. Hvernig segðum við samt munurinn á þessari bók sem er augljóslega, hér er engin söguþráður. Hér eru bara frasar, væntanlega skipti eftir köflum og öðru eins sko, en að munurinn á stýra svona bók og bara skáldsögu. Já. Þú veist, hverju munar þarna? Þetta er bara að vinna, þú veist, búa til heild og sjá þetta fyrir sér og það er svo misjæmt. Stundum kemur skáldsaga sem þarf rosalega lítið að gera, bara eiginlega bara prófarkalesa og svo þarf að vinna svakalega mikið í henni. Það var alveg vita mála að það er mikil vinna eftir að þeir myndu skila, þú veist, bara að fara yfir alla skýringarnar og vinsa úr en það er bara okkar hlutverk. Hlutverk útgáfu er að taka við handriti, gera það reddi í bók og þá er okkar hlutverki lokið sko, svo erum við bara saman í að selja. Allir prófarkalesararnir hafi komist upp með að vera í prósentu þegar við fórum yfir þessa. Ég ætla að vona það. Já, það ekki. Við styðjum það. Getum nú svona hjálpað. En hérna, og hvað þú veist eins og hjá ykkur, hérna höfundunum, þið skilja okkur handriti og hvað þið séðan bara að bíða núna fram í desember eða er einhver vinna sem á sér stað þegar ykkar fólk er með, hvað getur maður sagt, pálmar eða bókin í höndunum, handriti í höndunum? Já, það er alltaf... Er einhver svona heimaverkefni?
Byrjaði undirbúa jólin eða markasetningu eða Það var hellingsvinna allan í sumar Já, og og svona boltinn að fara á milli mín okkur höfundana og prófarkalesarna og við vorum líka að taka hnífin á þetta og skera eitthvað út en svo líka bara skipulegja markasetningu eins og núna þá er bara bila að gera markasetninga, setja alla miðla og búið til eitthvað efni. Þar hafa þeir náttúrulega staðið sér frábærlega því að ég náttúrulega, þú veist ég hef aldrei farið á Twitter ég bara, þú veist, ég hef heyrt talað Twitter það heitir X X, já, þú veist Hvað þá TikTok? Já, aldrei ég er gamli skólinn þannig að þú veist bara hérna það er svo gaman að vera með fersku fólki sko. Já, klálega, ég skal vel trúa því þannig að, þú veist, ég er að læra helling sko, þú veist það er alltaf einhver En þegar þú segir að þú ert gamli skólinn, hvernig markasettur gamli skólinn? Er það þá bara komast í einhvern sölubækningi á bónus eða? Já, til dæmis, eða færi einhvern til að hjálpa sér með samfélagsmiðla og svo leiðis Ég bara, það er svolítið erfitt að eiga að vera sérfræðingur í þessu í 6 eða 8 vikur og gera sér upp skoðanir og eitthvað svona þannig að það er langt best að fá eitthvað fagfólk í þetta en þeir vita alveg hvað þeir eru að gera sko. Þetta er náttúrulega bara skemmtilegasti parturinn af þessu það er að markasetja og vera að plugga og okkur finnst það, mér og Emil finnst það mjög gaman að vera búið til efni og við vorum náttúrulega saman í 12.0 Já, þú kannast í 12.0 eða ekki? Jú, eitthvað Þannig að Er það eitthvað afsprengi áttunar? Nei, að forveri áttunar Forveri áttunar, alveg rétt Já Er það úraframleiðandi? Nei, ekki svo gott Maður myndi halda það samt sko Vatnaþrælkun hérna í Vestló Það verður ekki með þetta Heyrðu, en hérna Nei, ég er með eitt hérna varðið markasetningu Þú veist, er það að vinna eftir eitthvað fyrirfram gefnu budgeti eða þú veist, hvernig virka markasmál inn í þessu? Já, sko ég held að við séum nú alveg svolítið flex í því til dæmis eins og með þessa bók ég er nú kannski ekki beint inn í því ég veit ekki alveg hvað þið er að gera en það, jú, það er budget og það er fólk að vinna í þessu og Já, það er kannski aðalega Google Ads og YouTube Ads og það allt saman en svo þau efni sem við erum að vinna þess að sitja á miðlana og svoleiðis, það er bara reddingar sko. Það er bara harkan sex bara plugga en þú veist, eru þið þá með eitthvað TikTok rás eða Instagram eða við erum með Instagram og gert vel þar, ég er búin að vera sýnilegir þar eitthvað á Reels þá eða já, við erum að setja á Reels og erum að setja á TikTok og Facebook og erum bara dritar eins sko, þetta er bara hvernig er þetta, eru einhverju svona gjafaleikir like og comment og þú fá að gefa eins bók eða? Nei, við erum ekki búin að notast við gjafaleiki við erum að gera það var það ekki einhvern veginn cancelled eða? Ég held að allir markasérfræðingar eru búin að cancella en þeir svínvirka, ég er alveg fyrir gjafaleiki Heyrðu, ok, hvenær klárast handritið? Hvað er það, 2 mánuðir, 3 mánuðir? Síðan? Nei, þið fáið handritið í apríl-maí Já, þeir kom í maí og við erum að vinna bókina fram í september meðan september sem skila bókina á okkur og þú veist bara eins og frá þínum bæjardyr séð það er væntanlega alltaf svona sambærileg tímalínu í þessu hvenær þurfa bækur að vera komnar í prent hvenær þurfa að vera komnar til landsins prentur allt hérna heima eða er þetta erlendis? Nei, það er langmest erlendis Hvaða land? Það fer eftir í sko, Austur-Evrópa er sterkust í hérna svartkvítum bókum skáldsögum og venjulegum handbókum og svona litabókum í Kína þá erum við að framlega svona tónbækur Já, eins og við fórum yfir, ertu ekki að tala um barnabókina sem er hægt að spila hljóðbrot? Jú, það er Kína svo er Þýskaland, þau eru líka góð sko Danmörk er fín í Kiljum og svo er Ísland maður reynir að prenta eitthvað hérna líka en það er miklu meiri sérhæfingar núti og þetta er aðeins að breyta sko það er að verða dýrara að prenta og eftir COVID þá Er það ekki rétt með því? Það er alltaf veglegra þegar þetta þessi kápa yfir Það er gamli skólinn það ekki? Jú, það er gamli skólinn en ég er ekkert endilega sammálaði sko Nei, ég er ekki sammálaði Ekki? Mér finnst alltaf eigulegra þegar sjáu þetta þegar farið í Ég er eiginlega meiri kiljumæður sko Þetta er semst ekki kilja Nei, þetta er bara klassísk harspjaldabók Já, ég er klassíkar Svo til kilja og svo til þylja Þylja, hvað er það? Það er svona flexikover það er svona millibil á kilju og harspjalda Það er svolítið skemmtilegt, það er oft í handbókum Já, ég þarf að kíkja á það
En Ég sko, held að þú sér þiljumæður. já, þylju, ég geti verið þylju Já. en eins og með þetta er þá Austur-Evrópa, prentað, ekki satt? Jú. Er önnur lögmál með það á Kína? Þú veist, með Kína, heyrðu, við verðum bara að vera konum með þetta í prent í ágúst. Já. Austur-Evrópa, við sleppum alveg í lok seft og þetta er komið Já, nákvæmlega. Er það þannig? Já, út með þetta. Gef mér klapp. Maður svo, þetta er við Við lágum ekki með þetta Já. Ánægður með þetta. Ok, þannig að þú veist, það er engin þannig tímapressa eftir sumarið þegar þetta er klárt Jú, prentun í sko, júlí. auðvitað ætti alltaf að fara í prentun í ágúst. Já. Þá myndi manni líða miklu betur. Mhm. En við erum alltaf að, þú veist, gera okkur erfitt fyrir Mhm. og alltaf að vinna í bókunum fram á síðustu stundu. Þannig að, þú veist, september á að vera algjört svona loka. Já Final call En þú veist, ég sendi bók í prentun 21. eða 2. nóvember sem að Já. kemur út svona cirka 10. DS. Þá ætlum ég að fljúga inn kannski 200-300 eintökum. Já, Það er íslensk knattspyrna 2023. já einmitt já. Hún fer alltaf í Fyrir prentun í lok nóvember. Já, bara í síðasta lægi í rauninni Já, sko, til að ná inn öllum Já, úrslitunum. einmitt En nú næst til dæmis ekki leikurinn hérna sem þeir eru að spila á morgun og þú veist, yfirleitt eru öll úrslit ásins. Breiðablik, Maccabi, Tel Aviv. Já Ætlar ekki að fara á mótmæla? Alveg rétt En hérna, já, það er bók sem fer í prentun 20. nóvember. Já, Já, ok. Vítu, hvað er búið að gefa þá bók út lengi? 43 ár. Shit, og þú er búin að vera með þetta allan tíman? Nei, ég er búin að vera með þetta í svona 5-6 ár. Já. Og þetta bara mallar? Já, þetta er náttúrulega bara stórkostlega snild. Já. Og þetta er bara, Safngripur. já, og bara, við erum örugglega eina landið í heiminum sem gerir þetta. Já. Og þarna eru allar upplýsingarnar alla fótboltaleiki sem að, Þetta var solid jólagjöf til mín, þá til ég var svona 13 ára. Já, já. Það var alltaf FIFA og þetta á jólunum. Já. Íslensk knattspyrna. já, Heyrðu, eitt sem ég langaði að spyrja á, við hlupum yfir áðan, við vorum að tala um best practices, Eyþór kemur á fund og Emil og allt gott. Hefur það gerst að þú færið unga menn eða unga dömur, þú ert bara ég til, gerum þetta, og svo kemur ekkert frá, þú veist, hversu algengt er það að þau standi ekki við sitt að handritsgerð og öðru? það gerist alveg. Já, Ég veit ekki hversu algjönd það er. Það er bara en það er annars alveg- leið, Já. þú veist, þá kom einhverju svona og svo kemur ekkert og þá bara dettu það niður, sko. Já, En þarna, þegar þú ert komin á stað og búin að fjárfesta í myndskreiti og já, þú hættir ekki við úr þessu. Nei. einmitt Ok, og bókin er að koma þá hvenær? Oktober? Hvenær kom hún út? Já, hún kom út 2. nóvember officially en Já, Já, og já, hún var komin hérna enda nóvember. enda oktober, 20. oktober eða eitthvað. Já, og er það essential? Því að það eru svona, ég man eftir þumalputtareglum í borðspilunum. Svona, síðasta lagi nóvember, þú vilt koma inn í lok okt, þá nærðu smá sölu þar, selur nóvember til að ná hérna Singles Day, Black Já. Friday, Cyber Monday og svo ertu svona að reyna að klára sem mest í desember. Er sama í bókunum? Eða eru bækurnar bara jólabókaflóði í desember? Nei, sko, Og eftir þess að, tökum við hann lista síðan á eftir, þú veist, hversu miklu máli skiptir list? mitt, sko náttúrulega, þessi bók, þetta er gjafabók, ef við erum bara að tala um hana. Þá þarf hún að vera komin í kringum 1. nóv. Já, Og nóvember er vinnumánuður. Þú veist, þú ert að, eins og þeir eru rosalega duglegir. já, þið voru með útgáfuhóf, ekki satt? Jú. Er það ekki svona essential eða? Jú, og hérna og þú veist, þú ert að stimpla þig inn, þú ert að sína á sért valkostur og svo held ég held að nóvember sé vinnumánuðurinn og svo bara skellu flóðið á 10. des og þá er það stjórnlust. Já, og það er 10. des, það er dagsinning. Þannig eftir 2 daga þegar þessi þáttu kemur út. Já, 10. des svona í mínum huga þá byrja flóðið og þá geta þeir bara að fara til útlanda eða þeir vilja, sko. Já, það er ekki þannig að það standi í Smáralind og kynna bókina Jú, í Mundsson. auðvitað Já. og það er náttúrulega hjálpað mjög mikið en sko, ef þú ert ekki búin að vinna undirbúningsvinnuna þína Já, fyrir það fyrir þann tíma og sjálfsög er gott að hafa höfunduna til Taks. Já, en ég segja, ef þú ert ekki búin að vinna alla undirbúningsvinnuna þannig 10. des þá veit enginn að þér það er mjög sjaldgæft það þarf að vera eitthvað fréttamáli eða eitthvað til þess að, þú veist, kött í gegn eftir það Já, en það getur
Er ekki með einhver dulbúning? Þú ert handtekinn einhver stað fullur fyrir að vera með frasabókina Það allt í bíl Já, einhver svona PR-stönd Við erum að fara að elda eitthvað markastönd Já, hann er að verða stönd Það verður eitthvað En ok, þessi þáttur að koma út 8. des, tekin upp aðeins fyrr Segðu okkur frá þessum listum Bóksölulistan Já, Já, þú veist, hvað og fyrir hvernig eru þið myndandi? Ég held að sé ekki ná okkar kynslu Bara bold statement Ég horf ekki á þessa lista Já, áttu við Listana sem maður var að tala sem maður droppar Já, Frá Eymundsson og frá Þetta eru 2 listar, Já. talaði um bóksölulistan Já, Það eru, þú veist, Hagkaup, Bónus, Netto og sjálfstæðar búðir og hinga til, ég veit ekki hvernig það verður núna en það hefur hann byrst á vísi.is já, einmitt hann kemur kannski núna í lok þessara viku og svo bara fram að jólum svo Eymundsson listin sem það eru búðir sem eru 15, 16, 17 nema það ekki já Eymundsson pennin eða ekki Jú, pennin Eymundsson Þið eruð á honum Já, þeir eru alltaf nummer 1 núna í handbókalistanum og voru síðast 5. sæti yfir alla bækur Þannig þeir eru að rokka feitt sko Við erum að skáka allan að issu Já, ég sá það Það er markmið Er hún samt ekki algjör kafbátur? Hún kemur upp undir lokin og þá var hún bara Jú, Er það ekki? Ég held að það sé 100% þannig sko En sko þið verður eiginlega að segja mig freka hvort að listan sko útgefundur er alltaf mjög spenntir og svo náttúrulega notum við þetta veist, við notum þetta í auglýsingar og ef þú átt 2-3 bækur og topp 20 eða topp 10 eða eitthvað þá heldur allan að þú sért að gera mjög gott mót en Nei, ég veit ekki, ég er kannski bara natural skeptic út af því að bara saman með topplistan á öllum hlaðvörpunum þetta er svo dubious algoritmi og þetta er ekki nógu gagsætt, ég veit ekkert hvort séu sölutölur eða annað En Eymundsson er þetta væntanlega og það hafa líka verið fréttir, ég skal grafa það upp erlendis frá, það sem er talað um að þessu sé eitthvað stýrt, þannig að ég veit, þú veist bara, ég sko, þú veist það engi sprett á mig það er ekkert svindl í þessu held ég, þú veist, Nei, ég er ekki að segja það, þetta eru bara tölur og þetta kemur vikulega og margir trúa því að þetta sé skoðanamyndandi þú veist, þú vilt kaupa bestseller þú vilt kaupa eitthvað sem er að ganga vel en svo hefur bara áhuga á einhverju öðru og þá kaupir það það er ekkert endilega sama sem merki gæði en þú veist þetta er kaupt í gegn en þú talar um stóra og litla Já, veist, en þetta er kallað bóksölulistin og svo er bara allt árið er Eymundsson að gefa út lista Já, þeir gefa út alltaf Já, þannig að þú veist það er bara í þessum bóksölulista þá eru konið svo margir aðilar það er stærri listi í mánuð annars er það Eymundsson listin sem að virkar allt árið sko þannig að þú eru eiginlega að horfa á báða og Ég skil það mjög vel, þetta er bragging rights þið getur núna verið að segja við erum, hvað, í 5. seti? Overall Við erum að nota það óspart Já, einmitt Þannig að þetta er hluta markasetningu Áður en við höldum lengra þá þurfum að koma að nokkrum góðum samstarfsaðilum Fyrst ber að nefna sjálfsögðu Payday Þú eitthvað búin að vera að nota það í þessu ferli? Heldur betur Það ekki? Já, tjóðlís Þú sendir fyrsta reikningin á Tomma frá Payday Einungis að nota við Ekkert að vera að rukka mig Þú skuldar mér En er það ekki rétt myndið? Ég meina allir höfundarnir eru væntanlega bara með sérfélög og svo sendaðu reikning á því hvenær í janúar eða? Já, svona í mars, það eru skil, sko, þú veist, það tekur okkur 1-2 mánuði að taka þetta allt tilbaka, telja og svo er líka bara allur gangu hvort að menn séu með félag eða ekki, þú veist, það er bara. Já, stundum er þetta náttúrulega breinirkjar, einstaklingar. Já, og ef þú ert bara að gefa út eina bók og ert ekki að fara að gefa út meira þá kannski óþarf að vera Já, ríka upp félagi fyrir það held ég En það er ekki óþarf að ríka upp Payday-reikning fyrir það Mjög gott að senda rafræna reikning á Payday Nákvæmlega Eyþór, þú þekki það Herðu sömuleiðis Keldan heitasta fréttaleitin þessa myndir Það síður á henni Markaðurinn, þessi þátturinn náttúrulega aðeins tekinn fyrirfram en það er búið að vera nokkuð grænt yfir Keldan hefur litast græn og ég held að það sé ekki spurning annað en að Tómas, veistu hvað myndin á okkur? Það er ef að jólabóka sölulistin fær inn á Kelduna Sko ég fer inn á Kelduna á hverjum degi til þess að kanna hversu evran er orðin hræðileg því að ég er að prenta þetta allt í evru það er að borga þetta í evrum þetta er bara óþolandi
Já. Það er ekkert þetta standi í þessu. Ertu ekkert að verja þig? Ertu ekkert að taka einhverja framvirka samninga? Nei, ekki alveg. Þú voru að fara að gambla eitthvað, heyri í bankaneinum og Þannig að þú veist, taka einhverja stöður? þetta raunverulegt vandamál, þú veist, líka hjá bókaútgjöfundum náttúrulega eins og bara fleiri stéttum. Já, krónar Sem er er ekki í inn- innflutningi. Þetta er mjög mikið vandamál. Já. Þannig að hérna Þá vildi maður nú freka vera bara að framlega fisk. Já, það eru sum jól betra en önnur í þessu. Nei, þetta er alltaf svona, þú veist. Hún er kannski búin að vera 130, þú veist, í ágúst. Já. Þetta er alltaf svona í loka ásins þegar Já. maður þarf að fara að borga. Já. En getur ekki bara snúið því á haus? Heyrðu, ég ætla að gera upp í ágúst og fæ afhent í DS. Já, á ég þá ekki bara að ráða einhverja verkfræðinga í vinnu. Já, geti gert það. En þú neldir þetta, ég meina hún er alltaf sterkust í loka ágúst. Svo beigist hún. Já, en þá á ég engan pening, skilja. Ég skil það reyndar, þetta er ákveðið vandamál. Ef þú ert til í að leggja í þetta, þá getur við skoðað það. Við förum saman í eitthvað brask. Herðu, tjekki á keldunni, sérstaklega fyrir gjaldeyrismálin. Herðu, að lokum Jómfrúin, það er allt orðið upphandaðar. Já. Það er eiginlega bara ekkert meira það að segja. En er ekki, þú allan á væntanlega að fagna á Jómfrúnni? Þetta er búið, það er ekki jól og Ég er nýjás. til Lunduna í milli jól og nýjás. Þannig að ég tek Jómuna hérna á Þá er Keflavíkurflugvelli. Jómuna. Það er ekki spurning. Þú veist Það það. er eitt svelt kalla. Frábær viðbóta á Keflavíkurflugvöllin. Hvernig gerir upp svona jólavertíð? Pantar að bóka á Jómfrúnni fyrir alla höfunda og þið farið saman og fáið ykkur. Sko, ég var nú heima nálægt Jómfrúnni og lappaði hann í síðustu viku með vinnum mínum og þeir hlógu bara á hvað við ætluðum að fá borð. Já, það er löngu uppsett í bara DS, sko. hlóga. Þeir gargúlhátri við því, sko. Það þýðir ekkert, en Bara komið á næsta ári. þið getur reynd að tróða ykkur að þarna, en sennilega veri næsta ár skynsalegasti kosturinn. Ég mæli með að gera upp vertíðina í janúar á Jómfrúnni, það er aðeins rólegra. Herriði, svo við höldum aðeins áfram í bókamálunum. Það er nú alltaf einhverja sögur að það komu upp einhvers konar hindranir á leiðinni. Upplifðu þið eitthvað þannig í þessu verkefni? Nei, ekki að minni hálfu. En hvað eru svona stærstu brekkunar í þessu? Bara gera handritið og gengismálin? Já, við erum nú ekkert að pæli því með að búa til bókina, sko. Nei. Það var allavega langmest að vinna var raunverulega að safna þessu öllu saman allavega. Og að græja fund við Tómas, hann getur stundu verið erfiður en annars er hérna. Busy þá? Eru við tímalega eða? Já, ég er náttúrulega, við erum mjög fá, sko, og þú veist, ég man ekkert eftir því, ég get pottet ekki alltaf hitt fólk þegar það vil hitta mig, en þá er ég bara á lagarnum eða, þú veist, keir út eða eitthvað, sko. Það er ekkert merkilega en það, sko. Þannig að ég man ekkert eftir því. Það er vantilega verið erfitt einmitt eins og þú sagðir áðan að kötta niður eitthvað sem átt að vera inn í bókinni. Ertu með eitthvað svona frasa sem þú sérði eftir núna? Sko, það eru margir, það voru alveg þó nokkri dónalegir sem fengu ekki að fara inn. Kýli rauða skúringa, til dæmis. Kýli rauða skúringa. Já, í fötu. Já. Kýli rauða fötu, það fekk ekki að fara inn. Er það eitthvað þegar maður borðar yfir sig að rappa bara? Já, ekki sveipa. Ég er bara í borðið að það fekk ekki að fara inn. Það er svona einn frasi sem ég man eftir sem fekk ekki að fara inn og svo var eitthvað svona kynlífstengt og já, eitthvað svona eiturlyfja. Já, kemur ekki bara 18+ bók ári eða? Já, fyrir þá sem þóra? Við þurftum líka að eiga eitthvað í framhaldi, sko. Þeir vissu það ekki. Já, ég meina það er hægt að halda áfram með þetta verkefni einhver tíma. Já, ekki spurning, sko. En við glemdum að spyrja þig hérna, hvað er svona stærsta inntaki fyrir frasa í dag? Er það bara að hlusta á hlaðvörp, er það að lesa fréttir, eða hvaðan kemur þetta mestu? Sko, þetta kemur umverulega mest úr íslensku menningarlífi. Sketsaþáttum eins og Svínasúpunni, Steypustöðinni og náttúrulega líka hlaðvörpum eins og Dr. Fútball og ykkar og... Erum við með frasa þarna? Já, þú sagði sjálfur að flesti frasarnir koma úr fjármálaheiminum. Já. Við fáum við dæmi, hvað er? Jardi, til dæmis. Já, Jardi. Kísukúlur. Já, heyrðu, skemmtilegt, gefðu nú klapp. Komum við 2, það er ég. Sjáu það? Skemmtilegt. Ég með mæla með þessari bók alveg út á það. Ég gerir það, en hérna, það er einmitt að það er áhugavert. Ef þú væri með hérna höfund á bakvið frasa eins og hún nefnir Svínasúpuna og maður finnur það þegar þú segir að þetta hefur mótað helviti marga. Hvaða svona einstaklingur heldur eigi flesta frasa? Sko, Jón Gunnar Geirdal, þú veist, hann var ekki Svínasúpuna, hann var á nætuvaktinu það. Já, nætuvaktinn. Það er mikið af frösum frá nætuvaktinni og svo er líka Erpur Eyvindar með rosalega marga frasa. Sveppi
er með marga, Steindi Junior með rosalega marga og Pétur Jóhann og þetta svona Þessi klíka, hún á nokkra já, hún á, ég myndi segja að þessir eiga langflestu frasana í þessari bók. Já. Voru eitthvað að hafa samband við þessa aðeila bara svona til að svona fríska upp á minnið eða? Við reyndum að hafa sambandi Erp, hann var bara að svara í gær. Ég hitti hann, ég gef honum árita eintak og hitti hann og Já, hann pluggar þá eitthvað á móti við tökum eitthvað gott TikTok með honum, einhverja TikTok dansa. Já, skemmtilegt. En hérna, aftur á prentinu, hvað gerist þið hún selst upp í byrjun desember? Eru þið þá bara kapút? Eða náið að Nei, það er lítið eftir að laga núna. Það er lítið eftir að laga og það er meira á leiðinni. Já, ok, þannig að þið eru alltaf tryggðu, eða sérðu það bara strax í nógu, heyrðu, þetta verður hittir, best að hringja í Fernando hérna framleiðslustjóra og Ég sá það fyrir svona 2-3 vikum. Já, að það stemdi í annað upplag. Já. En annað, þú talar annað upplegg. Annað upplag. Annað upplag, fyrir ekki. Hvernig er það? Maður mann alltaf eftir gullplötum og svona. Er eitthvað svoleiðis í bókunum? Ef hún að selja 10.000 bækur? Nei, ekki official. En það er náttúrulega liggur beinast við að láta það hafa gullbók. Já. Og gefur þeim hring þá? Eitthvað svona eins og í NFL. Við erum að skoða það. Já, þið fáið hérna gullhringin frá sögur útgáfu. En svo, Þetta geði ykkur mitt. svo hérna, sko, þessi pæling með að bara koma bókum í búðir, að dreifa þessu, þið sem forlagi eru væntanlega með, eða útgefendur eru með samning við þessar búðir. Hafið einhvern tíma lent í því að sko, ykkur er bara hreinlega hafnað að koma einhverju bók inn? Já, allan daginn, það er alltaf að gerast. Já, Aha. Já, Þetta er ekkert bara svona gullin samningur að allt frá ykkur? Nei, það er ekkert endalaust plás. Nei, það er enda Það er bara brot af bókunum sem komast inn í búðir. Já. Ok, Reyndar, ertu með einhver dæmi fyrir okkur? Ég er bara endalaust, sko, þú veist. Og hvernig er það? Þú sendir þá á væntalega, ef við tökum Hagkaup. Við vorum aðeins að drullu yfir Hagkaup hérna í spilunum í síðustu viku fyrir að hleypa ekki öllum spilum inn. Hagkaup standa sér mjög vel. Já, í bókunum. Já. En þú sendir á okkur, heyrðu, við ætlum að koma inn hérna þessum 10 titlum. Er þá einhver hinum með sem segir bara, heyrðu, við erum bara til í þessa 8? Já. Og engin rökstuðningur sem þarf eða? Nei, þú veist, bara vantar starfsfólk, vantar borð, vantar plás. Já. Ég man til dæmis eftir að Krónan var með í gamla daga. Er ekki skellur að Krónan sé ekki? Þau eru hægt. Já, Er ekki skellur að Krónan sé ekki að selja bækur og spil fyrir jólun eða? Ekkert endilega, sko, þú veist, þau verður þá að gera þetta almennilega. Og þú veist, það er bara erfitt að fá starfsfólk og til að sinna þessu? Já, og þú þarf líka að hafa einhvern sem kann eitthvað á þetta. Og það er ekkert gott að fjölga endalaust útsölustöðum, en þú veist, til dæmis eins og Bónus, þau gerir þetta mjög vel. Og það er alltaf bara 10 í Bónus. Ég er mikill Bónusmaður. Já, ég held raunverulega að þið væru með bara eitthvað svona gulli samning, bara öll fólögin, bara allt sem þið takið, það fyrir. Nei, þau eru í business, sko. Þetta er ekki neitt annað, sko. Nei, auðvitað. En hvernig er þá símtali í höfundin? Ringið þú og, heyrðu, Eithón minn, þetta er bara, penni var ekki klár. Nei, svo náttúrulega, sendur bara post. Eymundsson er náttúrulega með upp á 10. Það eru alla bækur þar. Og hérna, við erum að selja þá þeim allt árið og þetta er bara sér íslensk hefð. Við getum nú farið í það, sko. Já, að retailin takk inn. Ég meina, þetta þekkist hvergi annars staðar en á Íslandi. Ég fór til Svíþjóðar og var að gefa út bækur þar í nokkur ár og hérna, svona 10. des þá vertíð, það ákvað ég að fara út að ég ætlaði að upplifa sænsk bókaður. Þau eru alltaf ekki til. Það er bara hvergi til. Og þetta kemur þannig að sko fyrir svona 40-50 árum, ég man ekki hvenar, kannski ennþá lengra, þá vorum við svo fátæk að það var ekki við höfum ekki efnað eitthvað á jólagjafir. Við gátum keypt pappír örugglega í skiptum fyrir skreið eða eitthvað. Og þannig myndaðist þessi jólabókahefð. Þú gefur bækur í jólagjöf. Og ef það væri ekki þessi sterka hefð, þá getum við nú bara hægt að tala íslensku, sko. Því að við þurfum þetta til þess að geta að lifa allt árið. Þó svo að við sem farin að við gefum út allt árið og erum að selja kiljur og barnabækur og allt þetta, þá þurfum við þetta til þess að
bara geta lifað sko einmitt. og þegar þið sjáu það bara, það er engi okkur eru þið ekki búin að stofna bókaútgáfu það er engi gæjar á ykkar aldri að koma Já, Að stopna eða koma með titla þú veist já, stofna útgáfu já, og það er alltaf einhver að gefa út eða þess að eru höfundar en það er svo fáir sem koma nýjir inn þú veist, ég kom inn fyrir 20 árum og já, það er ekki margir sem er að koma enda eru allir krakkarnir eru bara að reyna að græða eitthvað á TikTok og eitthvað, þú veist, ég veit ekki eins og hvað það heitir sko. Arnar er með OnlyFans, já Arnar er með 7 OnlyFans En það er náttúrulega, við höfum alveg myndi ég virka OnlyFans? Já, þú væri flottu þar Við höfum náttúrulega alveg farið í þessa pælingu hérna, með þessa bókaútgáfi sko, ég skal kenna ykkur þetta já, fá enga tíma já, ég skal gera það frítt bara fyrir íslenskuna það sem þeir eru hérna ég er algjörlega sammála þessi frasabók er bara, þetta er svo mikil snild ég held að þið fatti það ekki ég er eiginlega alveg viss ég fatti það, ég veit ekki með þá En ég með einn spurningu fyrir því Varstu vissum að taka við okkur hann í byrjun? Ætlaðu allan tíman að já, ég ákvaða bara ástæð fyrstu cirka á fyrstu sekundu og þú veist bara því mér fannst þið skemmtilegir og þú veist, ég var að tengja því það sem voru að segja og þetta myndi mig á eina bók sem kom út fyrir 40 árum sko allt öðruvísi og þannig ég var allan daginn að fara að gera þetta en þú veist svo náttúrulega kom í ljós þetta var rosa vinna gera þetta vel en það er alltaf lagi, það er okkar hlutverk en aftur að hérna það var ástu við fyrstu sín, gaman að heyra, þetta er gaman að heyra já, ég meina ég veist, þetta bara myndi mig á strákana mína en ég var einmitt líka með spurningu við fórum aðeins yfir það áðan verk hönnuðsins, hvað heit hann, Prumpuras Addi Naflakusk hann er kongur, já. Þetta eru geggjaða myndskreytingar Þú veist, eins og þetta er mjög flott þessar myndskreytingar er þetta hugmynd frá ykkur eða fær hann bara fullt frelsi til þess að koma með ég talaði við hann þannig að þú ert með svona eitthvað, heyrðu, já, hann væri gaman að vera með hérna teiknaða einhverja plebba skelli hlægjandi framan á maður er nú með einhverja reynslu sko, þú veist, úr alls konar bókum þannig að og ég man ekkert hver á hvaða hugmynd og ég var að hrósa þeim fyrir einhverja hugmynd og þá sögði, nei þú komst með þessa hugmynd, þú veist, maður man aldrei hver á hvaða hugmynd nei, bara samvinna það skiptir engu máli Svo eru QR-kóðar líka inn í ég tók eftir því það vísar beint inn á þú veist, myndböndi eða eitthvað svona sem tengist þetta er ímist eins og sketsaþættir eða Inga Sæland er að segja yippee-ki-yay motherfucker það er ógeðislega fyndið það var að kíkja það og þetta brýtur svona bókina þessu upp þetta er ekki bara stafir á prenti þetta er eitthvað getur nota símaðan til þess að horfa á þessu vídeo og ég hef séð eitthvað af þessu áður en ekki mikið, þú veist, er þetta færast í aukana núna að fólk er farið að setja QR-kóða inn í bækur já, við höfum gert þetta í nokkur ár gert þetta í fótboltabókum einmitt og gerðum þetta í íslenskri knattspyrnu 2 eða 3 og þetta er svona aðeins að reyna að komast inn í nýja heiminn þetta er veik tilraun þetta er svona hliðið þangað inn en hvað er þetta cirka margir titlar sem er þetta ekki ógeðslega samkynshæfur markaður þannig við förum aftur inn og komast ekki allir inn í búðurnar og svo framvegis hvað eru margir titlar gefnir út á Íslandi? Já, yfir jólin, veistu það cirka? Nei, ég meina, er þetta ekki 600-800 titlar? Ég man það ekki, þú veist, allt árið Og hvað ég er man þá? Það ekki alveg. Og hvað er þá? Þú ert að gefa út hvað margar bækur? Svona 25 Og hvað ert að segja við höfundana til að standa út úr? Já, þú veist, bara til að ná í gegn Þeir eru 600 bækur, þú ert með 25 Hvernig leggur þú línar? Þið eru hérna á TikTok og að ná til ykkar sko, ég ætla ekki að egna mig neitt að þeirra frumkvæði í sambandi við markaðsendinguna bara ekki neitt sko og það er rosalega stór þáttur að skapa sér svona sérstöðu og aðeins að Sérstæð er akkurat orðið bara svona, já, hvernig myndar maður sér sérstöðu og svona ógeðslega samkynnshafi markaði? Það er með því að vera duglegur og gera eitthvað frumlegt og svo bökkum við þetta upp með auglýsingum en við höfum bara eitthvað pínulítið budget, við höfum ekkert róð í þú veist, venjuleg fyrirtæki, einhverja banka eða eitthvað, þannig að þú ert að vera mjög frumlegur við fengum nú einu samt svona gullúður eitthvað árið fyrir markaðssetningu á Stefáni Mána þegar við tókum skílin strætóskíli á Kringlumýrarbrautinni
Veitu, hvaða bók var það? Það var hérna Öndin, Það var hérna Ó maður, ég er hann svo gamall Það var hérna Biblían sem við sniðum á kól Já, Svartigaldur. Svartigaldur Já, innmitt. Hérna, hvað var það stönd? Við lituðum sniðið á bókinni rautt Svona Já, eins og já, blóð einmitt, Og blóðið einmitt. rann nýr á gangstétt Já. Og hérna Þetta fekk verðlaun Það árið sko Einmitt, skemmtilegt. En sko það var einmitt svona frumleg markasetning Já. En hérna Þú veist Það er bara erfitt að vera frumlegur og gera eitthvað fyrir lítið budget en þú veist, ég náttúrulega hef aldrei komið inn á TikTok Ég er bara búin að hitta svo marga sem er búin að sjá þetta Vá, akkurat og hérna, þannig ég veit þetta er að virka Já. og maður á ekki að þykjast vita eitthvað sem maður veit ekki sko. Við erum góðið að búa til flotta bækur og klára það og við erum alveg ágætt í markasetningu upp á vissu marki en ef það er ekki frumkvæð og svona frá höfundum bara eins og það þú veist, nenn að fara í podcast og allt þetta þá er rosalega erfitt að selja Hversu miklu máli skiptir Kiljan? Þátturinn Hún er örugglega miklu máli sko Getur ekki tróðið með Kiljuna eða? Ég Við horfa á vorum í Kiljunum daginn Það var að dæma bókina Ok, var Egill Helga að lesa einhverja frasa? Já, var allan Það verður sett fyrir hjarta og nokkra kísukúlu líka eftir Ég horfa á Kiljuna sko, ég reyndar sá ekki, er það komið út eða? Já, það kom út 3 vikur síðan Já, ok Það fengur flottan dóm í Kiljunni Já, ok, skemmtilegt En það er alltaf árið kring eða ekki, Kiljan? Já, frí á sumrin Já. Byrjar í oktober og er búið í mæ Ok, En það allt sem hjálpa til að fjalla bækurnar er náttúrulega bara mjög gott fyrir okkur já, akkurat nema þegar þeim er slátrað það er svona Já, Ég veit ekki hvað ég er búin að gefa út marga bækur sem að þú veist og eigða fullt af peningi og svo bara kemur einhver og þetta er ógeðslegt Er einhver svona gagnrýnendur Partur að þessu Já. sko sem þú óttast? Ég óttast enga en ekkit þú veist bara ég óttast að ef að bók er slátrað það er ekkert spes Nei. þú ert búin að vinna rosalega mikið í því eigða fullt af pening svo er henni bara slátrað Af einhverjum einum, væntanlega Já, eða þú veist ef að Kiljan ákveður að slátra henni bara Já, auðvitað Þetta er Já, þú veist, Kiljan þeir eru stórir sko, í þessu Já, ég meina þetta er eini þátturinn í sjóvarpi Já, algjörlega, bara á ríkis útvarpinu sjónvarpi allra landsmanna Þetta er bara stóri þátturinn Já, Þannig að sko þetta er stóra sviði, komast í Kiljuna maður Já, ég meina hvað heldur þau koma ekkert nema þú veist broti að bókunum hann inn Þannig að og þú veist aldrei hvað ég tekið og hérna en þetta er spurning heppni og óheppni og hver dæmir hana kannski fílar einhver bara huglægt mat já þið fílið eitthvað sem ég fíla ekki og einhver er að hlusta á ykkur og þetta er bara svona og þú ekki Já Hvað hérna, ég er með svona 2 kategóriur eftir spurningar Ég langar að spyrja, verð, hvernig er verðlagning á bókun? Er þetta bara einhverjar þumalputtareglur eða? Já, þetta er bara svona Og höfðu þið eitthvað það að segja, kannski? Ekki neitt Nei 0 Og ég meina, búðurnar inn í end ákveða sitt eigi verði það ekki? Jú Þú bara kemur með heilsöluverði til þeirra Ég ræði engu Nei, og er ekki alltaf, það er beðið eitthvað svona leiðbeinandi verð, er það ekki? Jú, við setjum leiðbeinandi verð sko á bækur Já Semst bara, ef við tökum dæmi, þið segir heilsöluverðið er 3 og 5 það væri svona leiðbeinandi ef þetta væri á 5 og 9 eða 6 og 5 Nei, við getum ekkert gert það sko Þú veist, við setjum okkar verð á okkar síðu og eitthvað svona og segjum hvað bókin kostar frá okkur Já En svo vitið þið alveg hvernig búðir eru að selja vörur með hvernig álæðningu Það þarf engin gefinsindi í það Nei. Þannig að ég náttúrulega veit ekkert það og svo breytist þetta oft dag frá degi meina, þetta er allt orðið eitthvað rafrænt þannig að frasabókin getur kostað 1 í dag og annað á morgun og ég hef ekki hugmyndu það svo er einhver að ringi mig og spyrja okkur kostar þetta og ég bara hef ekki hugmyndu það sko. En ég veit á hvað ég sel þeim bókina það er eina sko. og maður er náttúrulega bara að reyna að hitta á rétta punktinn en að því að keldan er alltaf svo leiðilega svona rétt fyrir jól þá náttúrulega það er maður að hafa fyrir kostnæðinu sko. Við þurfum að fara að handstýra genginu til að halda þér glöðum í gegnum jóla Er þetta allt keldan bara fólkaður? Já, mér sýnist það keldan.is Það er nú einhver bankamaður að ringi þið núna þú ert að fara að taka framvirka stöður næstu jól Sjorta krónuna og langur evra Þarna, ok, en
Annað með þetta, þeir kom inn, nýjir, hugsað þú einhverjum tímapunkti, heyrðu, við byrjum á lágum punkti, næsta bók, þá ertu premium, þá ertu Arnaldur. Þetta einhvern veginn? Nei. Já, þú veist. Bókin bara, hún stendur ein og sér á þessum verðpunkti og svo eitthvað annað áunnið eins og hjá Yrsu, Arnaldi og Kó, sem kannski allt önnur ella. Það er annar þáttur. Þú veist, við erum með Stefán Mána, við skulum taka hann bara sér þekki. Ekki vera að tala um Yrsu. Nei. Stefán Máni er náttúrulega langbesti krimmahöfundur landsins. Það vita allir sem að hafa eitthvað lesið. Hann er gríðarlega góður. Hann er langbestur. Hvað ef við tökum krimmana, hver eru 5 stærstu krimmanir? Stefán Máni og svo Stefán Máni. Ragnar og... Það er Ragnar og Yrsa og Arnaldur. En Katajak, hvað er hún hana? Ertu búinn eða? Já, búinn með verðið. Loka spurning frá mér. Áður en að þið segja eitthvað að lokum. Hljóðbækur. Já. Ferðu í hljóðbók? Nei. Þetta er náttúrulega dæmum dálítið erfið Þetta fyrir ekki í hljóðbók. Þetta er einmitt mjög einföld bók til að lesa upp í hljóðbók, sko. Já, en þú veist. Content-wise bara held ég að... Við fyrir saman hljóðbók. Ég er alveg með þér í þessu. Það væri eitthvað hugmynd. Láta ykkur góðan lesa. Áskil Kolbens eitthvað. Já, lítið Það var ekki eðvið. En svona heilt yfir, hljóðbækur. Hvað, er þetta farið að skipta sköpum? Þegar þú semur höfunda, semur hljóðbókaréttin líka? Já, hljóðbók og rafbók. Já. Og hefur þú verið með hljóðbækur sjálfur í gegnum sögur eða fyrir þetta allt? Já, við erum farin að framlega allt sjálf. Þið framleiði sjálf, en hvað nálgast maður þær? Storytel. Já, þannig ég get ekki keypt einstaka titla af ykkur. Nei, ekki ennþá, en svona við erum komið það mikið að við þyrstum að fara að geta búið upp á það, en þú veist, þetta er bara lítið fyrirtæki og erfitt að vera með allt svoleiðis. Já. En þú veist, þú ert alveg farin að finna fyrir því, það er mikil eftirspurn eftir hljóðbókum og það er kallað eftir að titlar. Já, en þú veist, ég er ekki sammála ykkur, við skulum bara semja frasabókina, ég er ekki sammála að hún myndi virka endilega sem hljóðbók, út af því að þú veist, ég heldur sér ekki fara að hlusta á 10 frasa á kvöldi, sko. Nei, kannski eitthvað rannsóknarverkefni, breytt upp á orðaforðan. Já. Kannski 1 fras á dag. Það var nú einhver frasi um það að orðaforðanótkun ungmenna væri að minnka, þannig að við skulum komast í grunnskóluna. Já, þess vegna er ég að segja, þetta er rosalega mikilvæg bók. Koma á réttum tíma, þannig að það búið að vera mikil umræð um dvínandi málkunnandi hjá krökkum, sko. Sem er áhugjefni. Ég er sammála því. En svona kannski bara að lokum, Eyþór, mig langar að spyrja þig skölun, þú veist, hvað sérðu fyrir þér að geta gert meira, þú veist, ertu komið með einhverjar hugmyndir í framtíðina? Þú veist, eftir þessa bók? Já, bara kannski framhaldsbók eða ertu orðin ástfangin bara af þessari hugmynd að vera rithöfundur, fara kannski út í eitthvað annað, krimma eða? Nei, ég held að ég bara fylgja þessara bók eftir og sjá svo hvað setur, ég nú fulli í boltanum líka, þannig að ég mun nokkulega setja öll egginni í þá körfu fyrir ekki að búið til aðra bók. Kannski með það að lokum, var þetta eitthvað sem fór illa ofan í þjálfara eða annað að þú verður að standa í einhverjum hliðastörfum eða? Nei. Hann er náttúrulega farinn núna, þannig að hann getur talað opinskátt. Nei, þetta kom ekkert niður á boltanum, þannig að það var ekkert sem ég veit þannig að menn voru eitthvað ósáttum með að ég var að gefa einhverju bók, þetta er bara eins og hver önnur 84 vinna, ég er þannig ekki í þannig vinna, þannig að þetta er svona sko, bara henta vel vinna með mín. Ungi strákar eiga einmitt að gera eitthvað annað sem er að reyna að meika í fótbolta heldur að vera bara í fótbolta því að þeir þurfa að hafa eitthvað annað áhugamál og gera eitthvað annað. Sammála. Svona þinnar því, ekki? Jú. Vinsælsta lag. Ætlum við ekki að klára því lagi? Jú, hvaða lag er það? Skína með Loga Tómasinni. Já, byrju, ert þú pappi hans? Já. Ég get ekki svaraðan að mér, sko. Auðvitað, ég er náttúrulega Hemmi og Logi, þetta er allt frændur. Þetta er skemmtilegt. Við hvetjum bara menn á mínum aldri til þess að gera eitthvað öðruvísi. Já, fyrir ekki að vera bara í leðilegri skrifstofinni, vera skapa eitthvað bók eða hlaðvarp eða neymitt. Já, ég ætla einmitt bara svona kannski alveg aðlokum bara, þú veist, fyrir bara frá ykkur bara ef einhver er þann út að hlusta og hefur áhuga að gefa út einhverja bók, fá kannski bara svona frá rithöfundu og útgefanda bara, þú veist, hvað erum við að tala um, hvað þarf að leggja í það er að vanda sig, vera duglegur og klára hugmyndina og komin
til mín og hérna svo ekkert endilega vist að ég tengi sko, kannski einhver önnur útgáfa Já, en ekki gefast upp og gera þetta Bara gera þetta er bara eins og segðan að J.K. Rowling Just do it. gekk hún ekki á milli með Potterinn og Já, ég held að nei allstaðar það hafi verið 20 útgefundur sem að voru búin að neita henni. þeir lendi í sama Eyþór og Gengum við húsa og fengum nei allstaðar Já. En Tómas tók við okkur Já. En nei líka bara, ég meina þessin erum við að taka upp þess að þætti við erum að peppa ungt fólk í að gera eitthvað fyrir jólin þetta er frábær reynsla og þetta er ekki sprettur, þetta er langklaup og þótt þið hafa byrjað í maí, þetta eru samt margir mánuðir að vinnu þeir voru búin að vera í 2 ára undan Já, akkurat, þannig að þetta tekur tíma en Þetta er fokk mikil vinna En kaupið þessa bók Já, Ekki spurning. eitt að lóka með það Frasabókin. Þetta er bara í öllum búðum, það þarf ekki að tala um það Nei Þetta er Instagram Þú verður í Smáralindinni að kynna þetta í Já, Eymundsson ég verði í öllum betri verslunum að árita Já, Verður með svona borð og röðjafvel og eitthvað. Já, skemmtir. kynna bókina Frábært. Sittum á þetta lag Já, herðu, bara Eyþór og Tómas, kæra þakki fyrir komuna. Já, takk Gangi fyrir. ykkur allt í hæginn og við ætlum að loka þessu á Skína með Patrik og Luigi sem er einmitt sonuð þinn. Skemmtilegt. Takk fyrir. Takk